Kristinn, hvílíkur sigur þetta á Stjörnumönnum og hlýtur að vera sáttur. Já, geggjaður sigur. Stjarnan eru frábært lið og erfitt að spila móti þeim, þannig að þeir byrja leikinn miklu betur en við og en við erum með reynslu mikið og lið sem mikið karakter og heldum ró okkar og náðum að klára þetta. Tempóið í leiknum var ansi hátt og svona áhorfendum til mikilla skemmtunar. Hvernig var tilfinningin inn á vellinum? Já, á móti Stjörnunni það var alltaf að hlaupa mikið og það var bara saman upp á teiningum í dag. Þetta er náttúrulega líka bara þannig leikur sem að sem að hlutin þurfa að ganga upp fyrir mann og heppnin það líka að vera með manni og hún var það í dag og bara getum ekki beðið eftir úrslitaleiknum. Úrslitaleikur, þetta lítur að vera stórt? Já, það er bara skemmtilegasti leikur ársins og nú ég upplifa bæði að vinna bikarinn og tapa og að vinna bikarinn það er fátt sem að kemst nálægt því. Minnir að þessi í þriðja markinu frekar en öðru markinu þá áttu ansi hugulega sprett hérna upp. Hægri kantinn. Já, ég kann þetta þá. Og maður sé fann að spila aðeins aftar undanfarin ár og þá er gaman að svona rifja upp gamla takta og fara fram og aðeins að sýna hvað maður getur. Þú nefnir að Stjörnumenn byrjuðu betur en svona hvað fannst þér gerast hjá Valsliðinu? Eftir að þeir Er það í byrjuleiks? Já. Já, við erum bara ekki nógu nálægt þeim og fórum ekki að halda í boltann og þeir bara koma beittari við en svo leið og við vöknum og þeir skora og við svona pressan fer aðeins á okkur og þá og höfum einhvern tapa, þá spilum við vel og svo spilum við vel og bara eins og ég segi með reynslu mikið lið eins og við erum og karaktera þá heldum við ró okkar og held að það hefði verið svona að mikilvægast í þessu að detta ekki í panikk og halda ró okkar og bara halda áfram. Það var nóg eftir leiknum þegar þeir komast yfir. Það eru 2 lið eftir í keppninni, eða 3 lið með ykkur. Það er annarkvort Vestri eða Fram sem þið mæti í úrslitaleik. Er eitthvað óskaval hjá þér? Nei, við erum alls saman. Þetta úrslitaleikurinn verður erfiður, saman hvort hann verður á móti Vestra eða Fram. Þetta verður drullerfiður leikur en skemmtilegur. Takk hérlega.